Það næstum því tonn af greni búið að fyrir gegnum hendurnar mér fyrir þessi jól. Hæ! Já. Það er að taka myndir af planinu heima. Já. Ég held ég hafi aldrei gert það. Planinu? Planinu heima hjá mér, það eru allt út í svona kistum og greni og grösum og það er bara allt undirlagt. Herðu, ég sem sagt keypti Hlíðablóm árið 1994, 21 árs gömul og við vorum í 13 ár niður á Hornin og Lönguhlíð og Miklubraut. Þangað til við flyttum hingað í Austurver. Ég heiti Rutt. Og systir Stefaníu sem á blómabúðina. Ég er búin að vinna hérna svona í og með í, hvað, 20, hvað ertu búin að eiga búðina lengi? 22 ár. Ég heiti Binna og mér finnst yndislegt að vinna hérna. Ég er búin að vinna, og vorum að tala um þetta, ég vann í þessari blómabúð áður en Steffi opnaði hana. Þegar Steffi keypti, sem það kom inn í þetta stæði, að þá fylgdi ég bara einhvern veginn með. Þannig að ég er búin að vera hérna í Austurveri síðan 2007 held ég að vinna. Og það er æðislegt að vinna hjá Steffi. Hún er yndisleg manneskja, ótrúlega góður mann og ótrúlega klár. Ég er alltaf alveg svakalega impressed þegar hún gerir blómyndi og skreytingar. Það er alltaf nóg að gera. Það er alltaf hægt að gefa blóm við öll tækifæri. Mismunandi hvað er að gera eftir árstíðum, eða svona hvað er í gangi eftir árstíðum. Jólin og þá eru bara jólaskreytingar og jólatúlípanar og byrja að pakka inn jólagjöfum. Maður er bara með vinnustofuna fram á gangi. Já, flott. Þetta er svolítið heimilislegt hérna. Það er að búa til mörg svona dag eða? Já. Já. Alveg slatta. Eftir áramótin kemur bóndadagurinn í janúar og konudagurinn í febrúar og það er eiginlega svona okkar stærsti blómasöludagur. Svo er þetta komið páskadagur og þá seljum við bara fullt af túlípunum. Svo er útskriftir í maí. Brúðkauparsumrinn. Alls konar tilefni, afmæli og það er alltaf nóg að gera í jarðarförum. Gera kransa á blóm og skreytingar fyrir jarðarfarir, allan ársins hring. Þessar eru mjög flottar með því. Það er bara allar partar búin. Ég er svo búin að gera leiðisgreinarnar fyrir hana. Ok. Stemning hérna sko.